Góðan daginn. Endilega bjóða fundagesti að fá sér sæti. Guðrún heiti ég og framkvæmdastjóri Atlantsolíu og formaður félags atvinnurekenda. Fyrir hönd félags atvinnurekenda býð ég ykkur velkomin á opna fund félagsins sem ber yfirskriftina ekki bara best að vinna hjá ríkinu. Ljóst að opinberum starfsmönnum hefur fjölgað hratt undanfarin ár og ríkisvaldi gengið undan í hækkun launa og starfskjara. Í seinni tíð fáum við æ fleiri ábendingar frá félagsmönnum að þeir eigi harðri og oft ójafnri samkeppni við hið opinberum starfsfólk. Stofnanir ríkisins og sveitarfélaga bjóða oft sambærileg laun, styttri vinnutíma og langt meira starfsöryggi en í boði á almenna vinnumarkaðnum. Hér á eftir verður kynnt skýrsla sem félagið lét vinna til að hægt að kafa betur ofan í þessa þróun og sjá hvað opinber gögn segja okkur. Ástæða þess að við höldum þennan fund og báðum intellekton að vinna þessa skýrslu ítrekkaðar ábendingar félagsmanna þegar við spyrjum aðildarfyrirtæki okkar í könnunum hvað eiga að vera helstu baráttumál félagsins iðulega mjög ofarlega á blaði að félagið beita sig fyrir útþenslu hins opinbera og fjölgun opinberra starfsmanna. Ástæðan einföld. Það verðmætasköpun atvinnulífsins sem stendur undir rekstri ríkis og sveitarfélaga. Fyrirtækin upplifa það að sé sífellt verið að íþyngja þeim með nýjum álögum og eftirlitsgjöldum á sama tíma og opinberum starfsmönnum fjölgar. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra og afhendi boltann yfir til fundastjóra Önnu Kristínar Kristjánsdóttur, varaformanns félags atvinnurekenda. Vona svo að við eigum í dag áhugaverðan og upplýsandi fund. Kærar þakkir. Virðulega samkoma. Gaman að sjá að það bara nokkuð vel mætt. Erindið áhugavert og ekki bara best að við vindum okkur í þetta og ekki bara best að vinna hjá ríkinu. Það stóra spurningin sem að hann Gunnar Haraldsson hjá Intellekon ætlar að gefa okkur einhver svör við. Hann mun kynna nýja skýrslu sem unnin af Intellekon, þetta ekki rétt orðað hjá mér? Fyrir félag atvinnurekenda. Gunnar með doktorspróf í hagfræði og ég þarf bara að setja upp gleraugun, afsakið. Og hann hefur gegnt störfum sem að gefa honum einstaka innsýn í efnahagslífið. Forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands til að mynda, hefur verið efnahagsráðgjafi forsætisráðherra, hagfræðingur hjá OECD í París, stjórnarformaður fjármálaeftirlitsins og svo framvegis. Ég ætla bara að bjóða Gunnar Haraldsson velkominn og ekki bara best að byrja? Fundarstjóri, ágætu fundarmenn. Ég vil þakka fyrir það að vera boðið hingað til að fjalla þessa skýrslu sem við vorum að skrifa hjá Intellekon. Og þetta auðvitað bara mjög áhugavert verkefni á margan hátt og áhugavert að skoða þessi mál. Það kannski best líka að byrja á því að segja að umfjöllunarefnið takmarkað við það sem þarna stendur. Við erum að skoða þróun á hins opinbera á vinnumarkaði á síðustu árum og áratugum. Og við beinum sjónum okkar aðalega að þessum þáttum, það að segja hlutfallslegu umfangi, kynjaskiptingu, þjóðerni, launaþróun og samanburð milli hópa. Og ég vil taka það bara strax fram hér að við erum í raun og veru að taka saman tölur og gögn sem fyrir liggja þetta, en við erum ekki að draga neinar ályktanir eða fjalla stefnumótun eða veit einhver ráð eða koma með einhver kommentum það hvernig hlutirnir ættu að vera öðruvísi. Við erum að draga fram þessar staðreyndir sem að hægt úr opinberum gögnum til að reyna að varpa einhverju ljósi á þetta umfjöllunarefni.
og það kunnara en frá þurfa að segja, þetta kemur manni kannski ekki beint á óvart en þó að það þarf auðvitað að slá fjölmarga varnagla og maður þarf nú oftast að gera það í hagfræðilegri greiningu en hérna kannski bætist það við og kemur mann kannski dálítið óvart að það erfitt að meta nákvæmlega fjölda opinberra starfsmanna, fá nákvæmar upplýsingar vinnu hlutfall, mjög erfitt að átta sig á launakjörum og svo þáttum sem skipta þetta mjög miklu máli í þessar umræðu sem þá starfskjör og starfsskilyrði fólks. Nú við drögum hér töluverðar ályktanir út þessi mál út frá samanburði sem við gerum sem oft gerður í opinberri umræðum þessi mál og opinberri greiningu, það að segja út frá skiptingu starf eftir stéttum. Og þá það þannig að þessir 3 flokkar, opinber stjórnsýsla, heilbrigðis- og félagsþjónusta og fræðslumál, að upplýsingar sem fyrir liggja hjá Hagstofu Íslands þessa bálka eins og það kallast í reikningunum, að þetta að stofninu til opinberir embættismenn eða opinberir starfsmenn sem að starfa þarna. Ég mun koma aðeins að þessu aftur á eftir. En þetta bara svona til að hafa þetta í huga, þetta ekki eins kannski auðvelt og maður hefði haldið í byrjun. Það að segja að vita bara hreinlega að hafa mjög nákvæmar upplýsingar og þetta eitthvað sem þyrfti kannski að skoða svona í framhaldinu. Hvort það sé ekki hægt að hafa þetta betra. Og fyrst ætla ég að segja nokkur orð bara hið opinbera, hvað hið opinbera? Svo almennt talið að hið opinbera sé sá hluti samfélagsins sem aðalega fjármagnaður með skattheimtu eða skattheimtum. Og það auðvitað kunnara en frá þurfa að segja að hið opinbera gegnir mjög mikilvægu og margvíslegu hlutverki í efnahagslífinu og samfélaginu öllu. Þannig að en þetta bara svona til að hafa þetta hreinu, og þetta hreinu, að yfirleitt þetta litið þannig á að hið opinbera það það sem fjármagnað með skattfé. Nú, ef við förum nú að skoða aðeins tölurnar og þá eins og ég segi, þetta ekkert alveg áhlaupaverk, hvorki hér á landinu í annar staðar. Það var nú nefnt hér að ég hefði unnið hjá OECD í París og ég gerði það svo sannarlega og það var þessi upptalning áðan því hvað ég hefði gert, þá riðast fyrir mér að ég byrjaði nú að finna eiginlega upphaflega sem hagfræðingur á Þjóðhagsstofnun. Svo finnum maður það sem árin líða, það eru alltaf fleiri sem hafa heyrt þá stofnun nefnd á nafn af því að hún var lögð niður. En sem sagt, þetta sýnum kannski bara hvað maður er orðinn gamall. En þarna sjáum við samanburð þar sem að borið saman þær tölur sem OECD tekur saman það sem þeir kalla opinbera geirann. Og það bara, ég nefni þetta hér að því þetta önnur skilgreining heldur en notuð hér á landi og jafnvel allstaðar annar staðar, en það sem heppilegt við gögn OECD það að það allt gert til að reyna að hafa þetta sambarilegt milli þjóða. Þannig að þá eiginlega meira horfa, ég myndi ekki skilja þetta sem svo að þetta séu 25% tæp bara hér á landi, opinberi geirinn sé sá hluti af hagkerfinu, heldur þetta meira til að bera saman við stærð opinbera geirinn hér á landi og í öðrum löndum. Og þegar þetta dregið upp, að þá sjáum við að það eiginlega bara í Noregi, Svíþjóð og Danmörku þar sem að opinberi geirinn stærri en hér á landi. Það annað og þess vegna höfum við sett upp þessar tölur, 2019 og síðustu tölurnar sem eru sambærilegar, að þá má sjá að þetta hlutfall hefur staðið nokkuð í stað hér. Víða hefur það annaðhvort staðið í stað eða dregist töluvert saman, eins og löndum eins og Bretlandi, milli þessara ára 2007 og 2019. Og svo eru reyndar dæmi að þetta hafi hækkað eins og í Noregi og Íslandi. En svona almenna reglan svo að þetta hafi dregist saman í öðrum löndum. Nú, annað sem að því við fórum svona skoða bara þennan gögnum vinnumarkað og almennt hvernig þróunin væri og þá hefur nú oft verið sagt að við vinnum mikið hér á landi. Og það var kannski einhvern tíma satt en það það eiginlega ekki lengur.
því að ef við skoðum enn og aftur samanburðarhæfar tölur sem Efnahags- og framfarastofnunin heldur úti þetta, að þá sést hve vinnustundum hefur í raun og veru fækkað á hvern vinnandi mann. Og þetta var rúmlega 1900 stundir á ári árið 1970 en er komin núna niður í 1433 samkvæmt síðustu mælingum. Og þetta þýðir það að vinnustundum hefur að meðaltali fækkað 26,6% á þessum áratugum. Og það er nú bara töluvert. Og annað sem er áhugavert er það að ef við skoðum hvar við stöndum hvað þetta varðar með að vera þjóðir, að þá erum við líka komin þarna daldið í hóp þeirra þjóða sem að vinna fæstar vinnustundir. Reyndar Noregur og Holland og Danmörk og Þýskaland er færri vinnustundir, en það er töluverður munur til dæmis við lönd sem er minnst bara áhugavert að skoða að þetta er yfir 1830 stundir sem Pólverjar vinna að jafnaði á ári, þar að segja þeir sem er í vinnu í Pólandi. Það er bara svona gaman svona velta því þá fyrir sér að þetta er þá til 400 stundir sem að Pólverjar á Íslandi, ef þeir væri í þessum meðaltölum myndu vinna. Nú þessu tengt sem að svona er áhugavert að líta til er það að það hefur auðvitað átt sér stað líka hér stytting vinnuvíkunar. Og við þekkjum þetta flest að þetta var í kjarasamningum, kveðið á styttingu vinnuvíkunar og markmiðið var að samþætta betur en áður vinnu og fjölskyldulíf. Og almennt má segja að í kjarasamningum gekk þetta út á það að mögulegt væri að stytta vinnuvíkunum alltaf 4 klukkustundum á viku. Og þetta var í samningum, almenni kjarasamningum, en í lögum opinbera starfsmenn er sérstaklega tekið fram að opinberi starfsmenn eigi rétt á sveigjanlegum vinnutíma bitni það ekki á þjónustu við almenning. Og það vita það kannski flestir að það hefur auðvitað gengið misjafnlega að stytta vinnuvíkuna hjá ólíkum starfshópum, til dæmis þeir sem eru í vaktavinnu og slíku. Það hefur gengið verri en hjá öðrum að stytta vinnuvíkuna. Nú, við gerðum alls ekki á þessu sérstaka úttekt, en það kom út skýrsla KPMG í fyrra sem er mjög fróðleg og við vísum til að það er svona fyrir þá sem vilja kynna sig þetta nánast. Og þar kom í ljós að mikill meirihluti stofnana ríkisins innleiddi hámarksstyttingu vinnuvíkunar eða 77%. Og það er kannski komin tími til að það verði farið í það að gera heildstætt gæðamat á áhrifum styttingu vinnuvíkunar. En það eru vísbendingar að það hafi verið farið mjög geyst í þetta samkvæmt þessari skýrslu KPMG. Og almennt virðist vera starfsfólki ánægt en það verður auðvitað að meta nánar áhrif á þjónustustig og fleiri þætti. Og það virðist minnst okkar ekki vera þannig, eins og lesa má í skýrslunni hjá þeim, að það er ekki verið þannig að það hafi aukist mjög ánægja með þjónustu þessara stofnana. Nú ég sagði það áðan að við þyrftum að taka kannski alltaf, við þyrftum að slá þess að varnagla við greiningu á tölulegum gögnum vinnumarkaðinn og hið opinbera á vinnumarkaði. Það eru 2 aðal uppsprettu lindir gagna þetta og það er annars vegar staðgreiðsluskrá skattsins eða gögn sem eru unnin úr staðgreiðsluskrám og hins vegar vinnumarkaðs rannsókn Hagstofu Íslands. Og það sem gerir þetta erfitt er það að þetta eru mjög ólíkar gagnaveitur þetta. Staðgreiðsluskráin í raun og veru heldur bara utan alla sem fá greidd laun frá hinu opinbera. En vinnumarkaðsrannsóknir í raun og veru eins og regluleg skoðanakönnun þar sem fólk er hreinlega spurt og veitir upplýsingar atvinnu sína og allir þeir sem unnu, ef ég man rétt, klukkustund á viku þegar þeir eru spurðir teljast opinberir starfsmenn. Þetta gerir það bara verkum að það er kannski erfitt að bera þetta saman. Báðar aðferðir hafa sína kosti og sína galla, má segja, varðandi þau gögn sem unnin eru. Nú, alveg ólíkt því hvaða gagnaveitu maður notar eða hvaða gögn maður skoðar, þá er það ljóst og ég held að það sé engin deili það að opinberum starfsmönnum hefur fjölgað verulega á síðustu árum. Og ef að notuð eru gögn staðgreiðsluskrá skattsins, þá er fjölgunin frá 2015 til 2021 ríflega 8.100 manns.
Það virðist vera að starfsmönnum sveitarfélagana hafi fjölgað. Þegar tölum við opinbera, þá það ríki og sveitarfélag, bæði. Og þetta fjölgun hjá sveitarfélagunum tæplega 4.500 manns og hjá ríkinu 3.600 rúmlega á þessu árabili. Nú, ef við notum fjöldun opinberra starfsmanna samkvæmt tölum Hagstofunnar sem byggja þá á vinnumarkaðsrannsókninni eins og ég nefndi áðan, þá þetta töluvert meiri fjölgun, þetta 11.400 manns á þessu tímabili og þetta 21,4%. Og þetta gríðarlega mikið því á sama tíma fjölgaði starfsfólk á almannamarkaðnum einungis 4.200 sem bara 3% aukning. Og bara svona til að sýna það að þetta auðvitað mjög ójöfn breyting milli starfshópa en það sem að kannski maður rekur sérstaklega augun í það að það sem telst opinber stjórnsýsla sem þá má segja það sem nánast safnliður þeirra sem ekki í fræðslustarfsemi, til dæmis í skólakerfinu eða heilbrigðiskerfinu sem þetta bæði mjög fjölmennir vinnustaðir hins opinbera. Það voru aukningin verið svo rosalega mikil í opinberri stjórnsýslu, við 4.600 manns og þetta held ég að sé þetta áhugavert og kannski eitthvað sem að væri ráð að skoða betur. Við sjáum hérna tölurnar fjölda opinberra starfsmanna samkvæmt staðgreiðsluskránni. Þið sjáum að þetta töluverð aukning á síðustu árum og þetta í raun og veru bara endurvarp á því sem ég var að segja áðan. Þetta sveitarfélögin hafa ekki síður bætt við sig starfsfólki heldur en ríkið. Hérna sjáum við hvernig þessu skipt milli þessara 3 bálka sem eru einkennandi fyrir vinnumarkaðins opinbera, heilbrigðis- og félagsþjónustu, fræðslu, starfsemi og svo opinbera stjórnsýslu. Og ég veit ekki hvort það sést nógu vel að myndinni, ég veit ekki hvað það kemur heldur vel út á skjánu hjá ykkur, en það áhugavert hvað opinber stjórnsýsla hefur, það náttúrulega áhugavert í fyrsta lagi hvernig þetta fylgir nokkurn veginn hagsveiflunni. Þetta jókst mjög fyrir hrun, fjöldi opinberra starfsmanna. Eftir hrun þá dró úr fjöldanum, en svo strax og við komumst yfir það, þá hefur fjölgunin verið nánast, hún hefur verið stöðug, má segja. Og hlutfallslegu breytingarnar eru mestar í flokknum opinber stjórnsýsla. Það að segja ekki þeir sem vinna í heilbrigðis- og félagsþjónustunni eða í fræðslustarfsemi. Nú, annað sem áhugavert og allir auðvitað þekkja sem að fylgjast með íslenskum vinnumarkaði og það það að það hefur orðið mikið fjölgun innflytjenda og fólks af erlendum uppruna sem vinnur hér. Og það á margan hátt auðvitað gleði tíðindi, en fjölgunin gríðarleg. Þetta voru 22.000 manns það bil árið 2008 og voru 35.000 manns 2021 og þarna sjáum við þessa skiptingu, karlar og konur og summuna og þarna eru greinileg áhrif af COVID. Þið sjáum þessi niðursveifla sem verður þarna, þetta eru COVID-áhrifin, en þegar að aflétt var takmörkunum vegna COVID þá fór þessi fjölgun aftur af stað. Þannig að það virðist vera að þessi vöxtur sé að halda áfram við að minnstakosti hefur farið af stað aftur. Það líka bara mjög áhugavert og við fjöllum það í skýrslunni að það gríðarlegu munur á því hvar þetta fólk vinnur. Að það einungis 16% þessa fólks vinnur hjá hinu opinbera með 33% þeirra sem af íslensku bergi brotnir eða fæddir hér á landi. Þannig að það alveg greinlegt að þetta erlenda fólk vinnur mun frekar á einkamarkaði heldur en á opinberum vinnumarkaði. Nú, svo það bara mjög áhugavert og þetta hefur nú svo sem komið fram en hlutfall kvenna á opinberum vinnumarkaði mjög hátt. Það mikil kynjahalli þegar það kemur að þessu. Og 66% af vinnuafli sveitarfélaga eru konur og 73% af vinnuafli ríkisins eru konur. Þannig að hlutfall kvenna er töluvert meira
hjá ríki og sveitarfélögum heldur en á almennamarkaðnum. Og nú það svo að helmingur allra kvenna sem eru á vinnumarkaði vinna hjá hinu opinbera, sem líka áhugavert. Þannig að önnur hver kona sem á vinnumarkaði hjá hinu opinbera. Nú, þá þriðji þátturinn í þessu að skoða eins og hægt út frá opinberum gögnum þróun launakostnaðar og reyna að bera saman við einkamarkaði. Og það má segja að ef maður lítur bara á launaþróunina, bara hlaupandi verðlagi, að þá má draga þá ályktun að laun hins opinbera hafi hækkað umfram laun á almennum markaði og séu nú á pari við það sem þar býðst. Minnsta kosti. Það hækkaði 96,3% frá árinu 2008 og hjá ríkinu og rúmlega 107% að meðaltali frá 2008 hjá ríkinu. Nei, sveitarfélaginu fyrir 97,3% hjá ríkinu og 107,4% hjá sveitarfélaginu. Auðvitað þetta alltaf erfiður samanburður, við erum að bera saman meðaltöl og svo framvegis og þetta á nafnverði, þið passið ykkur því, þannig að þetta ekki raunrækkun. En það sem áhugavert það að þetta töluvert meiri hækkun heldur hefur verið að meðaltali á almennum vinnumarkaði þar sem að laun hafa þá aðeins, en þannig að orðið komast hækkað 80% rúmlega nafnverði. Nú hérna sjáum við dálítið áhugaverða mynd finnst mér, þannig höfum við tekið saman gögn heildarlaun fullvinnandi fólks og ríkisstarfsmenn, starfsmenn sveitarfélaga og starfsmenn á almennum vinnumarkaði. Og þá áhugavert að sjá að frá svona 2013 það bil að þangað til þá voru heildarlaun fólks sem var í fullri vinnu nokkurn veginn á pari við það sem var á almennum markaði, en síðan þá hefur orðið greinilega töluvert meiri hækkanir hjá ríkisstarfsmönnum heldur en almennum markaði, á meðan að launaþróun hjá sveitarfélögunum hefur verið meira í takt við almenna markaðinn og bilið þarna milli haldist, má segja. Þannig að það verið ekki orðið þessi strúktúrbreyting sem virðist hafa orðið hjá ríkisstarfsmönnum. Nú, líka bara svona til og ég vona að þetta sjáist nú, að myndin hann til hægri sýnir launakostnað á unna stund. Þetta þó bara það sem deilt í með vinnustundum, launakostnaðin. Og þannig að berum við þá bara saman hvernig þetta var og þetta fer dálítið vel saman við það sem að maður heyrir oft sagt í umræðinni, að launin voru á hverja unna stund, þau voru lægri í raun og veru hjá hinu opinbera en á almenna markaðnum. En svo hækkar þetta töluvert, þannig að þetta eru kjarasamningar sem eru gerðir þarna 2015 eða rétt, þá breytist þetta, verður bara grundvallarbreyting þarna á og launin á opinbera markaðnum verða samkeppnishæf við það sem gerist á einkamarkaði. Nú, þessar myndir sýna svona nokkurn veginn það sama, þarna eru við bara hreinlega búin að skipta þessu niður eftir atvinnugrein flokkun. Á vinstri myndinni þá eru rauðu súlurnar, eru þessi heilbrigðis- og félagsþjónustan, fræðslustarfsemin og opinber stjórnsýsla. Og þá sjáum við að launin eru að meðaltali, þau eru bara hærri í opinberri stjórnsýslu og heilbrigðis- og félagsþjónustu heldur en að meðaltali annars staðar. Og það líka áhugavert að þetta sést vel að það skoðað eins og vinstri myndinni hlutfall launakostnaðar í opinberri stjórnsýslu. Þannig eru bara að horfa á opinberri stjórnsýsluna sem bara einn þáttur af þessum þremur einkennandi bálkum vinnumarkaðarins sem hjá hinu opinbera. Og þá sjáum við vel þessa þróun sem að ég var að ræða áðan að það var þarna mikil hækkun og nú á allra síðustu árum hefur þessi munur kannski aðeins dreifst saman en þetta enn hátt. Nú, svo náttúrulega kreista eins mikið út úr gögnunum og maður mögulega getur, þá gerum við þarna samanburð á greiddum launum stjórnenda hjá hinu opinbera og berum saman við almenna markaðinn.
Og þá sjáum við enn og aftur að til að mynda þeir sem í heilbrigðisstjórnendur í heilbrigðis- og félagsþjónustu og í opinberri stjórnsýslu eru alveg á pari við meðaltalið og það í raun og veru í fjármálastarfsemi, upplýsingum og fjarskiptum og veitustarfsemi þar sem launin eru greiddu launin eru hærri. Hins vegar eru laun þeirra sem í fræðslustarfsemi í opinberum geiranum lægri en meðaltalið. Þetta voru stjórnendurnir. Ef maður skoðar sérfræðingana þá breytist þetta töluvert. Opinberir, þeir sem eru sérfræðingar í opinberri stjórnsýslu eru rétt við meðaltalið eða aðeins yfir meira að segja og þeir sem eru í heilbrigðis- og félagsþjónustu eru töluvert yfir. Þetta má kannski taka saman og ég hvet ykkur til að skoða skýrsluna því ég bara að hlaupa svona dálítið á hundavaði yfir helstu niðurstöðu sem að okkur finnst minnst að vera áhugaverðar en það má kannski ef maður ætti að reyna að draga þetta saman þá held ég að þessar tölur sýni að í fyrsta lagi að það hefur dregið verulega úr fjölda vinnustunda hjá vinnandi fólki og sú þróun, hún ekki bara tengd styttingu vinnuvikunar sem að samið varum í kjarasamningum heldur hófst löngu áður. Það áhugavert að sjá þessa auknu þátttöku erlends fólks á íslenskum vinnumarkaði eða fólks af erlendum uppruna og að sjá að það fólk, að hlutfall þess fólks hjá hinu opinbera mun lægri heldur en á almenna markaðnum þannig að það virðist vera að þessi störf verða til hjá á almenna vinnumarkaðnum en það ekki störf hjá hinu opinbera. Það óumdeilanlegt myndi ég segja að það hefur orðið mikil fjölgun meðal starfsfólks hins opinbera og það gildir bæði ríki og sveitarfélög. Nú, hlutfall opinbera vinnumarkaðarins af heildinni með því hæsta sem þekkist meðal landa OECD. Þetta áhugaverður punktur finnst mér varðandi það að hve stór hluti starfsfólksins hins opinbera eru konur og að helmingur kvenna á vinnumarkaði vinnur hjá hinu opinbera. Samkvæmt þessum tölum og að gefnum öllum þeim varnöglum sem hægt að negla að þá verður ekki annað séð en að laun hjá hinu opinbera séu orðin samkeppnisfær við almenna markaðinn og þá hefur ekki verið tekið tillit til hluta eins og starfsöryggis eða annara þeirra þáttar sem auðvitað skipta líka mjög miklu máli í þessu sambandi en það eitthvað sem við höfum auðvitað ekki kannski mælanleg gögn yfir má segja. Og svona heildarniðurstaðan að því að rannsóknarspurningin var nú þessi, ekki bara best að vinna hjá hinu opinbera, ég veit það ekki en ég held að mig kannski fullyrða það að það sé orðið eftirsóknarverðara nú en áður að minnsta kosti að vinna hjá hinu opinbera. Við sem unnum þetta fyrir félag atvinnurekenda og þetta var ánægilegt og ég þakka bara samstarfið við félag atvinnurekenda í þessari vinnu. Takk ykkur kærlega fyrir. Já, takk kærlega fyrir þetta, Gunnar. Þetta voru áhugaverðar niðurstöður, svo ekki sem meira sagt. Hlutföllin kannski koma svolítið á óvart, en svona til að taka umræðuna áfram, þá langar mig að kynna næsta viðmælanda, eða næsta á mælendaskrá. Það hún Guðrún Hafsteinsdóttir. Hún formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis. Hún hefur setið á þingi frá 2021 og verðandi dómsmálaráðherra. Guðrún hefur víðtæka reynslu úr atvinnulífinu, meðal annars verið stjórnandi fjölskyldufyrirtækisins Kjörís sem fjármálastjóri, framkvæmdastjóri og markaðsstjóri, alla hattana. Hún hefur verið formaður samtaka iðnaðarins og einnig varaformaður samtaka atvinnulífsins og ég vil bara bjóða hana velkomna. Verða verðmæti til í skúffum embættismanna? Spurningin. Já, fundarstjóri og góði fundarmenn, gaman að vera með ykkur hér í dag.
og takk fyrir þessa fínu kynningu. Eins og ykkur held í flestum kunnugt að þá skipti ég starfsvettvang fyrir 18 mánuðum síðan og flest þekkiði minn bakgrunn og því ætti ég ekki að koma ykkur á óvart að það versta við þessi nýju umskipti í mínu lífi að þau voru að verða opinber starfsmaður. Þá vísa ég til þess að ég sé nú að framfæri annarra en sjálfrar mín og það var verulega óþægileg tilhugsun enda hafði ég lifað og hræðst alla ævina til þessa á einkamarkaði og mér hugnaðist það mátulega vel að stíga inn á hið opinbera svið en sú reynsla samt sem áður mjög áhugaverð. Mér hefur einnig þótt áhugavert og virkilega athyglisvert að sjá og skynja breytinguna sem orðið hefur á íslensku samfélagi á mjög stuttum tíma. Bankahrunið 2008 markaði ákveðin skil, þar brotnaði eitthvað sem ekki hefur náð að gróa. Í eftirskjálftum bankahrunsins leyfðu forsvarsmenn þáverandi ríkisstjórnar og fleira áhrifafólk að tala mjög niður íslenskt atvinnulíf og fyrirtækjarekstur. Töldu sig sjá spillingu og rán í flestum hornum. Stuðluðu að því að sundra okkur frekar en að sameina til uppbyggingar og góðra verka. Sjálf hef ég staðið í fyrirtækjarekstri áratugi og þekki gríðarlega marga sem reka eigin félög og fyrirtæki. Ég var líka skeið í forystusveit stærstu atvinnurekendasamtaka Íslands og leyfi mér að fullyrða að til algjörra undantekninga heyrir að eigendur og stjórnendur í atvinnulífinu beri annað en almannahag og hagsmuni starfsmanna sinna fyrir brjósti. Þarna kviknaði umræða sem sér ekki fyrir enda á, síður en svo, og nærtækt að vísa í opinbera málflutning leiðtoga verkalýðsfélagsins Eflingar nú dag eftir dag. Þar mantran sú að atvinnurekendur séu óvinir, launþega og rétt sé að taka upp slagorðið stétt gegn stétt í staðinn fyrir stétt með stétt. Þessi orðræða skaðandi fyrir bæði atvinnurekendur og launþega. Okkur Íslendingum hefur farnast afskaplega vel á síðustu áratugum allt frá seinni heimsstyrjöldinni. Lífskjör okkar eru með því besta sem gerist á byggðu bóli. Á hverju ári meta Sameinuðu þjóðirnar lífsgæði á heimsvísu út frá mörgum þáttum. Það var því athyglisvert í skýrslu sem gefin var út á síðasta ári að þar kemur fram að lífsgæðum á heimsvísu hafi hrakað nú í fyrsta sinn í 3 áratugi. Bakslagið einna helst rakið til áhrifa COVID heimsfaraldursins á fæðuöryggi. Lífsgæðum hér á landi hefur hins vegar ekki hrakað. Við sitjum í 3. sæti á lista yfir lífsgæðavísitölu í OECD-ríkjum. Þar Sviss í 1. sæti og Noregur í 2. sæti. Þá þarna staðfest að launakjör á Íslandi eru mjög góð í alþjóðlegu samhengi og fátækt mælist minni hér en annars staðar í öllu OECD. Svo lifum við lengur, verðum hlutfallslega eldri og eldri sem þjóð og það á auðvitað við alla þjóðir sem við berum okkur helst saman við. Langlífi vissulega jákvætt, en lengri og lengri meðalævi þjóðar leið risavaxin áskorun sem verður að bregðast við fyrr en síðar. Eitt mesta áhyggjuefni Vesturlandabúa nefnilega það að vinnandi höndum stöðugt fækkar svo í óefni stefnir að óbreyttu. Nú að jafnaði rétt ríflega 4 á vinnumarkaði á Íslandi á bak við hvern einan eldri borgara. En árið 2050 verða þeir ekki nema 2,5 vinnandi á móti hverjum eldri borgara. Öldruðum fjölgar hratt hlutfallslega og kostnaður heilbrigðiskerfisins eykst verulega að sama skapi. Mikilvægt að skattstofnar ríkisins dragist ekki saman vegna fækkunar á vinnumarkaði. Og þá ég helst að horfa til almannatryggingakerfisins sem og aðra skattstofna. Skrifað í skýin að ríkisútgjöld aukast óhjákvæmilega vegna öldrunar þjóðarinnar og þá ekki annað að gera en að auka verðmætasköpun í landinu. Við verðum að stækka kökuna, skapa fleiri störf, búa til meiri gjaldeyristekjur. Við þurfum að auka útflutning
1000 milljarða á næstu 2 áratugum til að halda hér uppi þeim lífsgæðum sem við þekkjum í dag. Það gerir 1 milljarð króna í viku hverri næstu 20 árin. Eina leiðin og eina ráðið að örva einkaframtakið enda verður nánast allur útflutningur til í einkageiranum. Straumurinn liggur hins vegar í aðra átt hjá okkur og það með miklum ólíkindum. Störfum hjá ríki og sveitarfélögum hefur nefnilega fjölgað stórlega á undanförnum áratugum og fjölgar enn. Í skýrslu Gunnars Hálfdanarsonar, sem hann kynnti hér fyrir okkur áðan, kemur fram að árinu 2015 til 2021 fjölgaði opinberu starfsmönnum 11.400 eða ríflega 20%, en á sama tíma hafi starfsfólk á almennu vinnumarkaði fjölgað 4.200 eða 3%. Meira í sama dúr. Laun á opinberu markaði hafa hækkað 18% á gildistíma lífskjarasamningsins en 14% á almennu markaði. Það liggur í augum uppi að verðmætasköpun í einkageiranum heldur uppi opinberu rekstri og stjórnsýslunni í landinu. Því það með öllu óskiljulegt á tímum heimsfaraldurs þegar heil atvinnugrein ferðaþjónustan nánast þurrkaðist út og þúsundir manna mistu vinnuna að þá hafi störfum fjölgað verulega hjá hinu opinbera. Að þegar almenni geirinn dróst saman þandist hinn út. Merkilegt til þess að hugsa á undanförnum árum og áratugum hefur vinnumarkaðurinn þróast með þeim hætti að einkamarkaðurinn getur ekki lengur keppt starfsfólk við hið opinbera. Samt heldur einkamarkaðurinn hinu opinbera kerfi uppi. Laun orðin víða hærri í opinbera kerfinu en á einkamarkaði. Lífeyrisréttindi orðin jöfn á milli markaða. Vinnutíminn orðin styttri hjá hinu opinbera, starfsöryggið meira í gegnum ráðningarverndina hjá hinu opinbera, samt verða verðmætin til í einkageiranum til að standa straum af kostnaði hins opinbera. Við smyrjum þykku lagi af regluverki og eftirliti sem sinnt af hinu opinbera til að fylgja eftir starfsemi fyrirtækjana með tilheyrandi kostnaði. Maður fær stundum á tilfinninguna að markmið kerfisins sé og skuli vera að viðhalda sjálfu sér. Enda eru margar opinberar stofnanir með tekjustofna til að standa straum af kostnaði sínum. Ekki þarf að leita lengra en rúma viku aftur í tíman til að sjá skýrika birtingamynd Reykjavíkurborgar í þessum efnum. Þar ríkir vist ráðningarbann í orði kveðnu, en borgin auglýsti samt eftir fólki í störf verkefnastjóra framtíðarinnar. Og svo kvóta ég þá auglýsingu til að taka þátt í mótun nýrrar verkefnastofu þar sem unnið eftir hugmyndafræði verkefnastjórnunar og verkefnum fylgt eftir frá upphafi til enda, þvert á verkþætti og ábyrgðasvið fagskrifstofa. Ég ætla ekki einu sinni að reyna að skilja hvað þessi steypa þýðir, en svona fennst út hið opinbera stjórnsýsla hratt og örugglega og það í ráðningabanni. Ég hitti daginn félaga minn og samtökum iðnaðarins. Hann gríðarlega duglegur iðnaðarmaður, meistari í sínu fagi og hefur rekið öflugt fyrirtæki í 3 áratugi með fjölda manna í vinnu. Hefur verið til fyrirmyndar. Hann var að hætta áramótin og hafði þá selt reksturinn sinn. Ekki samt til að setjast í hinn helga stein, heldur til að færa sig yfir í stofnun í opinbera geiranum. Hann kvaðst fá sambærileg laun og kannski ívið meira og stöðugri tekjur heldur en í sínu fyrra lífi og nú sé vinnan einungis frá 8 til 4 og ekki nema til hádegs og föstudögum vegna styttingar vinnuvikunar. Áhyggjulaust líf, sagði hann. Og 5 vikna sumarfrí handa við hornið. Sumarfrí var munaður sem hann sá í hillingum heilar 5 vikur, en hefur ekki getað leyft sér að láta verða raunveruleika í sínum einkarekstri. Ekki samfelldar 5 vikur.
Hvað sem hver segir, þá ber brýna nauðsyn til að stíga á bremsur, stöðva þenslu opinbera kerfisins, koma á það böndum og draga úr umsvifum þess með því að flytja þaðan verkefni og störf til einkageirans í mun stærri stíl en gert hefur verið fram að þessu. Við verðum að starfa í raun í samræmi við þá staðreynd að verðmætin skapast á almennum markaði en ekki í skrifborðsskúffum opinbera embættismanna. Mörg dæmi eru hins vegar að stjórnmálamenn og embættismenn hafi sannfæringu fyrir því að verðmætin skapist innan skrifstofu veggja hins opinbera. Mig langar í lokin að nefna sláandi dæmi slíkt. Útgerðarfélagið Huginn í Vestmannaeyjum sannarlega frumkvöðull í makrílveiðum á Íslandsmiðum en rakst allstaðar á opinbera veggi þegar að stjórnendur þess og starfsmenn til sjós og lands fóru að fikra sig áfram við að veiða og vinna makrílinn og skapa úr honum verðmæti. Hin opinbera Hafrannsóknastofnun rannsakaði ekki makríl og Huginsmenn fengu þau svör á þeim bæ að þeir yrðu sjálfir að leita makrílnum og veiða hann svo hefðu þeir áhuga á því. Huginsmenn könnuðu hvort þeir gætu fengið opinbera fjárstuðning við þróunarkostnað fyrirtækisins því það kostaði þetta fjölskyldufyrirtæki helling af peningum að safna þekkingu og reynslu. Það þurfti að kaupa sérstök veiðafæri og ýmis tæki og tól. Og hvert var svarið? Nei, þetta borgið þið sjálf. Til að gera langa sögu stutta þá var frumkvöðlastarf Hugins upphaf að heilu makrílævintýri og fleiri útgerðir fylgdu í kjölfarið. Þá ruku loks menn upp til handa og fóta í stjórnarráðinu í Reykjavík og fóru að tala og starfa líkt og þeir hefðu uppgötvað makrílstofninn á göngunum hjá sér. Makríllinn var kvótasettur. Huginn naut þess ekki að hafa kveikt eldana og þáverandi sjávarútvegsráðherra tók sig til og dritaði makrílkvóta út allt sitt kjördæmi og víðar jafnvel. Einn útgerðarmaður kom fram í fréttum og bað Guð að hjálpa sér. Hann hefði óbeðið fengið makrílkvóta sendan að sunnan, þennan fisk gæti hann hvorki né vildi veiða eða vinna. Þarna hagaði kerfið sér framan af eins og litla gula hænan sem fann fræ og enginn í dýrasamfélaginu vildi hjálpinni að sjá, að sá, þreskja og mala. Þá gerði hænan allt þetta bara sjálf, en þegar brauðið hafði verið bakað, buðu allir sig fram til að hjálpinni að borða það. Hænan afþakkaði gott boð og borðaði ein. Sjávarútvegsráðherrann og opinbera kerfið hirtu hins vegar makrílinn þegar einkafyrirtækin höfðu lagt á sig gríðarlega vinnu og útgjöld til að skapa sér og þjóðarbúinu verðmæti úr þessum fiski sem að opinbera kerfið hafði áður hvorki sinnt né sýnt hinn minnsta áhuga. Gleymum því þess vegna aldrei að verðmætin verða ekki til í skúffum embættismanna eða á göngum ráðuneyta. Verðmætasköpun okkar verður að eiga sér stað í fjölbreyttu framtaki, framsýns fólks út land allt. Kærar þakkir fyrir þetta, Guðrún. Það var stöngin inn, myndi ég segja. Þriðji fyrirlesar okkar og næsta erindi, fyrirmyndaríkið Ísland. Bogi Þór Sigurðsson, stjórnarformaður og eigandi Fagkaupa. Hann með MBA frá Rutgers háskóla í New Jersey, með víðtæka reynslu úr atvinnulífinu, ritaði bókina Sigur í samkeppni sem örugglega flestir inni hafa lesið einhvern tímann eða hafa farið í viðskiptafræði að minnsta kosti. Hafi stundar kennslu, ráðgjöf, námskeiðshald og fleira.
Bogi var forstjóri Húsasmiðjunnar. Frá 2002 hefur Bogi verið í eiginrekstri ásamt eiginkonu sinni Lindu Björk og Fagkaup nú eitt umsvifamesta fyrirtæki landsins í þjónustu við byggingabransan. Ég ætla bara að bjóða Boga velkominn og sjáum hversu fyrirmyndar Ísland er. Fundarstjóri, formaður, góðir félagar í félagi atvinnurekenda og aðrir gestir. Ég vil nú byrja á því að þakka Guðrúnu fyrir þessa eldræðu. Það er gott að við séum búin að fá þvílíkan bandamann í atvinnulífið í Alþingi og í hóp stjórnmálamanna. Það veitir ekki af, þeir hafa ekki verið svo margir. Og það er sláandi að sjá þessar tölur sem við erum með hér upp á vegg og það er ekkert sem kemur okkur á óvart. Við vitum þetta, við finnum þetta, en við sem erum í eigin rekstri, við erum ekki að horfa á þessa statistik alla daga, við heyrum óminn af því sem að gerast, en við erum á okkar vinnustöðum, við erum að reyna að vinna okkar vinnu vel, við erum að reyna að búa til verðmæti, við erum að reyna að skapa góðar aðstæður fyrir fólkið okkar og að þróa okkur áfram og gera betur. Og við sjáum að þrátt fyrir þennan gigantíska vöxt í einkageiranum sem við séð þróast, þá erum við samt með bestu lífskjör á Íslandi í Íslandssögunni. Og það hefur nú kannski komið stundum í koll að vera bjartsýnn, en ég hef nú samt kannski neyðst til þess að vera raunsær líka, en þetta er staðreynd. Og það er þess vegna hægt að segja fyrirmyndaríkið, ég geti spurt Ólaf, sagði ég upphrópunarmerki eða spurningamerki, ég man það ekki, það skiptir kannski ekki öllu máli. En ég trúi því einlæglega að það sé það sem að við getum búið til og að mörguleyti höfum, þrátt fyrir þessar aðstæður. Og að sjá það á þessum síðustu árum frá 2015, þar sem að við vitum öll hvað gerðist, hvaða samningar voru gerðir á ákvaða forsendum, ef við skoðum það vel, og við sjáum afleiðingarnar af því, að þá erum við samt með mun meiri aukningu í opinbera geiranum, en samt sjáum við verðmæti sem er að verða til og skapast í þessu landi. Það er alveg stórmerkilegt. Og það er vísað hér í söguna, það er hérna tölur frá 1970. Ég var sjálfur og rifjandi það upp varðandi að horfa á vinnutímafjöldan. Ég man eftir því að pabbi sem var iðnaðarmaður, hann kom heim hádegi, það var vinnutími til hádegi á laugardögum. Ég var í skólanum líka til hádegis á laugardögum til 12-13 ára aldurs og það er stórkostlegt að sjá þá þróun sem hefur orðið í íslensku samfélagi á þessum áratugum. Það er algjörlega magnað að hafa upplifað þessar gigantísku breytingar. Og ég er kannski alltaf bjartsýnn, ég veit ekki hvort afi minn sem var fæddur, móðurafi minn sem var fæddur 1870 hafa verið mjög bjartsýnn, en þá vorum við með fátækustu þjóðum í heimi. Þetta er ekki um 150 ár síðan. Og það var Guðrún vísaði í stríðsárin og það sem hefur gerst frá stríði, það var alveg gífurlegur vöxtur frá stríði og í næstu 20-25 ár eftir þarna undir 1970. Og þar vorum við svona eins og, við vorum ekki unga barn eins og við vorum 1870, við vorum kannski eins og krakkaskrattar og unglingar kannski 1970 sem þjóð. Og við vitum alveg hvað gerðist. Ég held ég var sagt frá því í ræðu sem ég hélt við svipað tilefni 2011 og var þá upplifin að hafa komið frá Síldarminjasafninu að 66 eða 67 þá voru 44% útflutningstekna Íslands bara frá síldinni á Siglufirði einni. Og svo sjáum við hvað hefur gerst hér, hvað stóðunum hefur fjölgað og hvað hafa orðið gríðarlega mikla breytingar í íslensku atvinnulífi. Og það gerist auðvitað með því þó hugrekki og þeirri framsýni margra og ég ætla ekki að fara að telja það upp og þekki það kannski ekki söguna, það skiptir ekki máli. En ég náttúrulega var þarna á staðnum þegar að öllum þessum framhaldsskólum var dritað niður og það þótti ekki lengur forréttindi að fara í menntaskóla þó að kannski þær kynslóðir sem ólu mig upp og marga hér inni höfðu minnumáttarkennd fyrir aðri menntun. En þetta er það sem hefur byggt og þróað okkur til nútímans. Það er auðvitað ekkert annað en menntun og þekking og framsýni þeirra
sem að buðu upp á námslánakerfi þannig að fólk gat farið til útlanda. Ég hefði aldrei farið til útlanda í framhaldsnámi ef ekki hefði verið fyrir námslánakerfi. Þannig að við eigum þessari sögu svo mikið að þakka og þetta stórkostleg þróun. Svo sjáum við 93 með EES-samningnum þegar við opnum flapsana, alþjóðleg samvinna, alþjóðleg samstarf, frjálsviðskipti, fyrir markaður með hlutabréf og verðbréf verður opnari og tækifæri sem upp úr því hafa svo skapast upp úr því og við höfum farið nokkrar atrenur að því. Við erum líklega svona að koma á menntaskóla við hrunið þegar við dettum í það og þurfum að fara í meðferð og það var allra rækileg afvötnun og það má horfa á það þeim augum eins og Guðrún gerir að við höfum ekki jafnað okkur síðan og það var erfitt. En hin hliðin á þeim teningi, að því að stundum er sagt að það séu tækifæri hinum megin við vandamálin, að þau eru auðvitað það að þar hófst nýtt upphaf, Reset Iceland, Reset Ísland og hver sem á heiður hann að því þá bara liggur það fyrir að við borguðum ekki skuldir óreiðumanna, við endurskipulögum fjárhag ríkisins og ég ætla að segja ykkur það alveg fullum fetum. Ef að það hefði ekki gerst, þá hefðum við ekki farið gegnum COVID með því að niðurgreiða, styrkja og koma okkur þar í gegn. Við værum í óðaverðbólgu og atvinnuleysi sem við höfum aldrei séð fyrr. Það er algjörlega á hreinu. Og það er einmitt við þessar aðstæður sem að ríkisvaldið og hið opinbera og stjórnmálamenn leyfa sér að láta hið opinbera kerfi vaksa eins og raun ber vitni og við erum að sjá hér á þessum fundi. Það er kjarni málsins. Það er ekkert vont fólk, það er allt gott fólk. Við erum að reyna að fleyta okkur í gegnum hrun og svo í gegnum COVID, en nú verðum við að taka ábyrgð. Nú verðum við að segja stopp og við verðum að breyta áherslunum og við verðum að leggja áherslu á verðmætasköpun, ekki bara útflutning, verðmætasköpun allra fyrirtækja. Við verðum að vanda okkur, búa til verðmæti úr því sem við höfum. Og ég ætla að segja ykkur það, við höfum verið þeirra gæfu aðnjótandi hjónin að taka mikið þátt í sprotabransanum, að það ýðar alltaf krafti og nýsköpun og frumkvæði og það er með ólíkindum, jafnvel þó verðum færri og færri sem erum í því í einkageiranum, að þá verða tækifærin meiri og verðmætin meiri og meiri. En við þurfum að gera það meira eftirsóknarvert að vinna í einkabransanum heldur en hjá opinbera geiranum. Og það sem að kannski, þetta er allt önnur ræða ég skrifa, það skiptir engu máli. En það sem að skiptir að mínum mati öllu máli og í rauninni kjarnir í því sem ég ætlaði að segja, hann var einfaldlega sá sem allir eru búin að vera að tala hann er ekki flókinn. Að það er það sem er búið að vera að tala og mælingarnar eru að sýna, meðal annars hér, að það er alveg með ólíkindum í okkar geira, við erum nú frekar lágstemmd og hógværi í félagi atvinnurekenda, við erum ekkert að láta mikið fyrir okkur fara, en við erum að heyra það meira í okkar geira, þá er hið opinbera farið að geta boðið stjórnendum og sérfræðingum kjör og umgjörð sem við bara ráðum ekki við að keppa við. Og það er í sjálfu sér allt í lagi, auðvitað getum við keppt, en við verðum að geta keppt á jafnréttisgrundvelli. Og ég er ekki að tala um aukninguna í umönnunarstörfum, kennurum og láglaunastörfum. Ég er ekki að tala um það. Ég er að tala um áhrif þess að í þessum sérfræðingsstörfum og í stjórnunarstörfum að það skulle vera hægt að leiða þar launabreitingar í landinu með þeim hætti sem gert hefur verið. Og það er sagt bara beint út, þetta er ekkert mín persónulega reynsla, ég bara heyri þetta út allt. Það er búið að tala um þetta í verkfræðistofunum, það er búið að tala um þetta í upplýsingatæknifyrirtækjunum. Við þekkjum þetta mjög mörg. Það er bara blygðunarlaust boðið, það eru betri laun, það er styttri vinnutími, það er betri starfsaðstæður, það er meiri sveigjanleiki og þú þarft ekki að fara heim með tölvuna þína. Þetta er það sem við erum að gera. Síðast í gær frétti ég hjá einu af stóru endurskoðunarfyrirtækjum sem að maður hélt nú að væri þau bestu að vinna hjá fyrir sérfræðinga í skattamálum og endurskoðun og fjármálum og slíkum málum. Þar er farið að snúast við öll lögmálin. Það er að segja þau er ekki að taka ungt fólk sem er þjálfað upp í opinbera geiranum eða hjá skattinum inn í endurskoðunarfyrirtæki. Nei, það farið að snúast við og stóru endurskoðunarfyrirtæki get ekki svarað tilboðunum, get ekki brugðist við. Það er orðið eitthvað mjög skakt
í þessu landi með þessum hætti. En það eru skýringar og við skulum vera bjartsýn og við skulum vera hugrökk og við skulum núna segja bara, það bara nýtt upphaf og við eigum tækifæri á að skapa betra Ísland heldur en nokkru sinni fyrr. Þetta eru gríðarleg tækifæri sem við stöndum frammi fyrir. Með gjaldeyrisforðan og fjármagnaðan erum við að verja krónun okkar og við getum skapað umhverfi sem miklu stabíla, miklu öruggara, miklu framsýnna heldur við nokkuð tíman haft. En það þarf hugrekki og við þurfum stjórnmálamenn eins og Guðrúnu sem stendur í lappirnar og hleypir þessu ekki áfram út í þessa vitleysu sem við erum á leiðinni með að hleypa þessu í. Svakalega eldrað þetta verða maður. Þetta ekki það sem stóð hérna en þakka ykkur kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir eldmóðin, Bogi. Maður bara fyllist orku og baráttuhug. Takk fyrir það. Heyrðu, þá nú bara komið að loka fyrirmælanda hjá okkur. Það hann Ólafur Stephensen sjálfur sem framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda og búinn að vera það síðustu 8 ár. Áður var hann lengi í fjölmiðlum og var meðal annars ritstjóri á Fréttablaðinu, Morgunblaðinu og 24 stundum. Hefur líka starfað hjá Símanum og samtökum atvinnulífsins. Það sem hann ætlar að tala eða snerta á hvort að vinnumarkaðsmódelið okkar sé á hvolfi. Vertu velkomin. Takk fyrir og gaman að sjá ykkur hérna svona mörg. Það þarf alltaf að skipta glærur, sko. Þetta já, kæru félagsmenn í félagi atvinnurekenda, fundarstjóri, formaður og þið öll hinn gestirnir okkar. Titillinn vinnumarkaðsmódel á hvolfi, það kannski dálítið brattur titill af því að hann gengur út frá því að sé yfirleitt til eitthvað vinnumarkaðsmódel á Íslandi. Það ekki víst. Leitin að því fór að minnsta kosti lengi fram. Við þekkjum söguna bara frá því eftir stríð og fram til cirka 1990. Sú saga var áratugi mörkuð af kollsteypum, það voru innistæðulausar allt og miklar nafnlaunahækkanir sem að leita á sér gengisfellingar og verðbólgu. Þetta loksins tókst að stoppa með þjóðarsáttinu 1990, þessi mynd þaðan, þið þekkið þessa höfðingja. Það var samið hóflegar launahækkanir sem byggðust á raunverulegri getu atvinnulífsins til að borga laun og verðbólgan náðist niður í einstaks tölu. Það sem ekki breyttist var að á árunum eftir þetta fengu opinberir starfsmenn talsvert meira hækkanir heldur en starfsfólk á almennum vinnumarkaði og sáum svona hluta þess tímabils í tölunum hjá honum Gunnari áðan. Það hefur líka verið nefnt hérna að þróunin fór úr böndunum 2014 til 2015. Það voru gerðir kjarasamningar sem að hækkuðu laun opinberra starfsmanna með þeim hætti að vinnumarkaðurinn fór bara á annan endan. Og við sjáum þetta mjög skýrt í þessari mynd sem úr skýrslu Intellecon breytinguna þarna milli 2014 og 2015. Launin og vinnustöndur svona aðeins undir einkamarkaðnum hjá opinberum starfsmönnum stökkva síðan upp í eða upp fyrir einkamarkaðinn á þessu tímabili. SALEK-tilraunin var í rauninni viðbrögð við þessu. Það átti að markmiðið með því var að innleiða nýtt vinnumarkaðsmódel að norrænni fyrirmynd. Það átti að auka kaupmátt á grundvelli lágrar verðbólgu, lágra vaxta og stöðugs gengis og ég held að mig að segja að bæði ríkið og það verið nýbúið að stíga í spínatið í viðræðum við sína starfsmenn og aðilar vinnumarkaðarins horfðust bara í augu við orðin hlut. Aðrir urðu að fá þar hækkanir sem sami hefði verið við opinbera starfsmenn en það var mörkuð ný framtíðarstefna. Ég sé að þetta eiginlega alveg eins mynd eins og þjóðarsáttarmyndinni, bara aðrir kallar. Það var mörkuð svo framtíðarstefna að greina hvar framleiðinni aukningin væri í hagkerfinu, við hvaða hækkanir útflutningsgreinarnar ráði og að launastefnan almennt ráðist að því svigrúmi. Þetta var til og með sem mistókst. SALEK stóð veikum fótum frá upphafi, hluti opinberra starfsmanna vildi ekki vera með og ég held að megi segja að úrskurðir kjararáðs laun æðstu embættismanna
2017 hafi greitt þessu náðarhöggið. Svo kemur, eins og við þekkjum, ný forysta stéttarfélag á almenna markaðnum. Það er engin áhugi á norræna módelinu. Við hittum fulltrúa þessara sjónarmiða á stéttinni hérna fyrir framann þegar við gengum inn í hótelið. Hjá þessum leiðtogum verkalýðshreyfingarinnar er SALEG næstu því jafn ljótt blótsyrði og stéttarsamvinna. Lífskjarasamningarnir 2019 voru enga síður að sumu leyti á SALEG-nótunum og ég held að það hafi helgast af mjög svona skyndilegu raunveruleikateki sem fólst í falli WOW-air. Það var í rauninni í miðjum kjaraviðræðum og fólk áttaði sig einfaldlega á því að íslenskt efnahagslíf hafði orðið fyrir stóru áfalli sem var til þess að fólk varð að horfast í augu við þennan raunveruleika. Þannig að lífskjarasamningarnir gengu út frá hóflegum hækkunum og beinnar tengingar á milli gengis atvinnulífsins og launahækkana með hagvaxtaraukanum. Í lífskjarasamningunum, og mér finnst þetta ekki hafa verið nægilega mikið rætt, tóku opinberir starfsmenn engað síður forystu, bara á öðru sviði heldur en í beinum launahækkunum. Það var látið því það skína á þessum tíma að þessi samningar væru á sömu nótum og lífskjarasamningarnir og kostuðu það sama, en þannig er það óskum einfaldlega ekki. Að minnsta kosti í útfærslunni er vinnutímastyttingin á opinbera markaðnum miklu ríflegri heldur en á einkamarkaðnum og felur í sér að sjálfsögðu bæði beinan og óbeinan kostnað. Styttingin voru oft og iðulega 4 tímar á viku, samanborðið við til dæmis styttingu sem við vorum að semja 2019 við okkar viðsemjendur 45 mínútur. Við höfum bara talsverð dæmi úr opinbera geiranum fulla styttingu alla 4 klukkutímana á viku en að fólk haldi samt gömlu neysluhléunum sem var aldrei meiningin. Það var aðeins vitnað í skýrslu KPMG vinnutímastyttinguna og þá hjá dagvinnufólki hérna áðan. Ég held að það sé óhætt að segja að hún sé ákveðin áfellisdómur yfir útfærslunni. Markmiðin sem voru sett í upphafi að umbætur í rekstri og þjónustu opinberra stofnana kæmu á móti vinnutímastyttingunni bara náðust ekki. Það var farið í fulla styttingu í einu skrefi í 77% stofnana og það gerðist ekkert á móti. Það sem átti að vera gagnkvæmur ávinningur varð einhliða ávinningur starfsmannanna. Þetta er mjög auðvelt að lesa þetta út úr þessari skýrslu. Mælingar benda síðan í rauninni til lakari þjónustu opinberra stofnana og það er kannski ekkert skrítið að það er engin við eftir hádegi á föstu. En þetta er eins og Bogi nefndi orðin sölupunktur í samkeppni opinberra stofnana við einkafyrirtæki starfsfólk. Það er þessi styttri vinnutími og svona þægilegri aðstæður. Í vaktavinnunni er beini kostnaðurinn gríðarlegur. Okkur var ekki heldur sagt þetta þegar að verða að semja þetta á sínum tíma. Samkvæmt mati fjármálaráðuneytisins og fjárlaga nefndar Alþingis er hinn árlegi kostnaður 5,4 milljarðar á ársgrundvelli, átti að vera mestur fyrst og trappast svo niður af því að það átti að vera hagræðing og ávinningur að breyttu fyrirkomulagi. Mönnunargatið sem var til var 780 stöðugildi og útskýrir nú kannski að einhverju leyti fjölgunina á opinbera vinnumarkaðnum allra síðustu árum. Í fjárlögunum sem voru samþykkt fyrir áramót var 1600 milljóna króna viðbótarframlag vegna vaktavinnubreytingarinnar fest í sessi vegna þess að eins og það var orðað. Ávinningur að breyttu fyrirkomulagi hefur enn ekki raungerst. Þetta er að sjálfsögðu aukinn launakostnaður hjá hinu opinbera sem leiðtogar á hinum almenna vinnumarkaði vilja sækja. Þannig tilvitnun í Ragnar Þór Ingólfsson sem að formann VR, okkar stærsta viðsemjenda, sem að segir að sjálfsögðu opinberir starfsmenn eru að leggja línundar. Þannig er þetta líka tilvitnun í annan fyrrverandi stjórnanda hjá Kjörís og náinn ættingja eins og frumalendunum okkar sem bentir réttilega það að auðvitað ætti hinn almennu markaður að draga vagnin. Það bara gerðist ekki í síðustu samningum hjá sveitarfélögunum og þessi fyrrverandi formaður samtaka sveitarfélaga kallaði þetta stórslys í uppsiglingu. Nú skuluð ekki misskilja mig. Ég er alls ekki þeirrar skoðunar að hið opinbera eigi ekki að vera samkeppnisfært í launum. Að sjálfsögðu þarf það að geta fengið hæft starfsfólk til starfa rétt eins og einkageirinn.
En nú erum við komin í þá stöðu og það kannski kemur einhverjum á óvart af því að orðræðan er einfaldlega öðruvísi. En launin eru orðin sambærileg á mjög mörgum sviðum á minnsta kosti. Vinnutíminn er sambærilegur eða betri hjá hinu opinbera. Það er búið að jafna lífeyriskjörin til framtíðar. Er þá einhver ástæða til þess að vinnumarkaðurinn séður inn í tvískiptur og búið við tvenn lög að starfsmenn hins opinbera njóti miklu ríkari uppsagnarverndar en starfsmenn á almennum vinnumarkaði? Er eitthvað viti að ráðning og starfslok séu í rauninni talin stjórnvaldsákvarðanir og þar af leiðandi háð miklu strangari skilyrðum og þyngra ferli heldur en starfsmannastjórnun á einkamarkaðnum? Og er yfirleitt skynsamlegt að hafa opinbera geirann sem gegnum mikilvæga hlutverki í þeirri spennitreyju óskilvirk starfsmannahald sem starfsmannalögin snýðan? Ég held ekki, og skýrslan sem var kynnt í dag nú sýnir okkur að við erum komin á þann stað að við þurfum að fara að spyrja mjög gagnrýna spurninga starfsmannalögin, þess að lögin réttindi og skyldur opinberra starfsmanna og hvaða umhverfi þau búa til. Að lokum, að því gefna að vinnumarkaðsmódelið sé til, þá hefur það verið á hvolfi undanfarin ár og það er til mikils að vinna að snúa þig rétt. Það er erfitt að koma á eftir svona innblásnum ræðumönnum eins og Guðrún og Boga. Við skulum ekki missa sjónar á því hvaðan verðmætin koma sem standa undir velferð og opinberri þjónustu. Það er 36 myndir úr aðildarfyrirtækjum félags atvinnurekenda sem sýna okkur hvaðan verðmætin koma sem standa undir rekstri opinberra geirar. Takk fyrir. Takk hérlega, Ólafur. Ég held að við sitjum svolítið eftir bara með fleiri spurningar eftir þennan dag. Allavegana er mjög áhugavert að fara heim og grúska í sínum kolli með bara hvar við stöndum. Allavegana ég tala fyrir mig sem að maður er búin að vera að velta þessu oftar og oftar fyrir sér hvert þetta er að fara. Og svörin voru mörg en spurningarnar kveikna líka. Og ég held að sé best að við tökum spurningar áfram bara með viðmælendum okkar bara hér á gólfinu. Það verður boðið upp á veitingar hér eftir að ég slít þessu og við viljum endilega að þið verðið eftir og tökum spjallið. Hvað finnst okkur um þetta? Takk kærlega fyrir komuna.